400 heimili á Akranesi voru án rafmagns í ríflega hálfan sólarhring í dag. Fólk varð að spila við kertaljós og grilla jólasteikurnar í frostinu. Kuldakastið kemur illa við íbúa í hjólhýsa og húsbílabyggð í Laugardal. Kona sem býr á svæðinu segist aldrei hafa upplifað annan eins kulda og byrjar daginn á því að afþýða heimili sitt. 3 rússneskir hermenn féllu í drónaárás á herflugvöll í Rússlandi í nótt. Forseti Úkraínu óttast að Rússar herði enn árásir á næstu dögum. Fimbulkuldi og sjávarhiti undir frostmarki stöðvað ekki fríðan hóp kvenna sem skellti sér í sjósund í dag. Áður tóku þær sér góða stund til að stilla sér upp sem jólatré í ísilagri fjörunni á Álftanesi. Þjóðleikhúsið frumsýnir í kvöld verkið LNB, fyrsta verkið í þríleik þýska verðlaunaleikskáldsins Marius von Mayenburg. Þetta í fyrsta sinn sem leikhúsið frumsýnir verk eftir heimsfrægt erlent leikskáld. Gott kvöld. Rafmagnslaust var á 400 heimilum í ríflega hálfan sólarhring á Akranesi í dag eða frá klukkan 2 síðustu nótt og til klukkan 18 í kvöld. Íbúar urðu að halda annan dag jólahátíðlegan upp á gamla mátann með kertum og spili. Hér í Grundarhverfi á Akranesi hefur verið rafmagnslaust frá því á öðrum tímanum í nótt. Núna klukkan að ganga 5 síðdegis og enn rafmagnslaust. Íbúar eru farnir að ókyrrast, það styttist í jólaboð á öðrum degi jóla. Veitur vinna að viðgerðum og það er gert ráð fyrir að rafmagn komi á kvöldmataleiti. En við erum með hangikjöt og erum að fá matagesti, þannig að við bíðum bara eftir þeim og uppstúð er gert í öðru húsi, þannig að þetta bjargast. Þetta bjargast og það er þetta reddast hljómur svolítið í þér en þetta hlýtur að vera pínum pirrandi. Já, þetta er hundhúlt sko, en við erum bara búin að kveikja á öllum kertum sem við eigum og batteríseríum og reynum að hafa þetta bara notalegt. Já, þetta er vissulega búið að vera hvimleitt, en þetta er búið að vara í langan tíma og við erum búin að sjá veitur ná að gera við stóran hluta af því sem að fór út hér í nótt, en það er ennþá 400 heimili sem er úti og það er vissulega hvimleitt. En hér er fólki vissulega sömuleiðis að sækja jólagleðina. Þetta eru jólin upp á gamla mátann. Þú heyrt svolítið í bæjarbúum í dag og það er ýmsir sem að grípa til alls konar lausna til þess að halda jólin hátíðlega samt sem áður. Já, ég var einmitt að ræða við einn sem var einmitt að hugsa að grípa í grillið til þess að koma jólasteikina á borðið núna kvöldmatinn í kvöld og svo er auðvitað verið að spila og það er kerti og spil eins og upp á gamla mátann eins og þú segir. Og það er bara búið að vera 10-12 manns síðan klukkan 2 nótt að bæði leita og moka og gera við og við erum á lokastegunum að gera við. Lokastegunum segirðu það er gert ráð fyrir að rafmagn komi á kvöldmataleiti eða hvað? Já, bara ef allt gengur óskum eins og er að gera eiginlega akkurat núna, þá er það milli 6 og 7 sem við setjum strömm á. Er ekkert mál að manna vakt á annan í jólum að gera við eða hvað? Þetta eru bara frábært fagfólk sem vinnur á veitum og það er oftast mjög auðvelt að fá fólki í vinnu, já. Og við áréttum eins og framkom í fréttinni hér á undan að rafmagnið er nú komið á hjá öllum notendum á Akranesi. Kuldakastið kemur illa við íbúa í hjólhýsa og húsbílabyggð Laugardals. Íbúi þar segist aldrei hafa upplifað annað eins. Í Laugardalnum býr á annan tug fólks í hjólhýsum og húsbílum allan ársins hring. Bergþóra Pálsdóttir sem býr þar í hjólhýsi segir kuldann éta upp orku þessa dagana. Hennar fyrsta verk á morgnana er að afþýða heimili sitt. Það er að fara út í fortjöld og kveikja á gasinu til þess að þýða tjaldið, eða reyna það allavega en að ná sér mestum klakkanum. Þegar það er voðalega erfitt að hafa hann á, hann alltaf leggst á tjaldið oft leggjast niður og maður reyna að bjarga þessu einhvern veginn. Það er allt frosið þegar þú vaknar hérna? Já, ískalt hérna. Bergþóra notar 2 rafmagnsofna til að halda á sér hita og þarf að gæta þess að hafa þá á lágri stillingu svo öryggið slái ekki út. Ég er með annan og 1 og hinn á 2 og svo ef ég laga með kaffi þá verð ég að slökkva af því annars slæður öll út hérna. Þetta er ekki betra kerfi en það
Í þeim mikla kulda sem hefur verið undanfarið hafa rafmagnsofnanir þó ekki dugað. Ég kynnti líka með gasi, þannig að maður er safe þannig sko. Það er mjög gott að hafa gasið, annars væri maður sennilega frosinn bara. Það er búið að vera óeðlilega kalt í marga daga núna, óeðlilega kalt sko. Ég man ekki eftir svona síðan, ég kom hérna síðan 2017. Gaskúturinn segir hún að tæmist á 4 dögum í kuldanum og hún er með 2 gasofna. Þetta er ekki ódýrt gasið núna? Nei, og búin að fara með nokkra sko. En maður verður bara að halda á sér hita sko, það er bara svoleiðis. Það er ekkert annað í boði. Íbúar hafa skreytt með jólaljósum sem munar í myrkrinu og eyðir litlu rafmagni. Og það er lett, það eyðir hún engu sko. Þrátt fyrir allt segir Bergþóra þó að jólin hafi verið notaleg. Það er æðisleg, ofsalega rólegt og indælt sko. Ég fór náttúrulega bara í burtu hérna aðfangadag og kom aftur kvöldi og var með mínum börnum og barnabörnum og mjög gaman og æðislegt. Á Austurlandi hefur fólk mátt hafa sig allt við að komast á milli staða og jafnvel út úr húsi í Fannferginu í dag. Þar snjóaði rúmlega 20 cm í gær en síðan blés í skafla. Björgunarsveitir stóðu vaktina og aðstóðuðu Heilbrigðisstofnun Austurlands við að koma fólki í og úr vinnu og færa matarsendingar til eldri borgara. Mokstursmenn sló ekki heldur slöku við, hvort sem það var heima í hlaði eða á vegum úti, þar sem ófært var á milli staða fram eftir degi. Viðbragðsaðilar á Suðausturlandi funduðu með almannavörnum í dag vegna slæmrar veðurspár í nótt og á morgun en búist er við að færð spillist með allhvassri suðaustanátt og snjókomu. Þar var stilla í dag eftir fárviðri síðustu daga þar sem björgunarsveitir stóðu í ströngu við að losa fasta bíla og hjálpa röktum ferðamönnum í hús. Fundurinn var haldinn til að samræma viðbrögð áður en veðrið tekur sig upp að nýju. Þjóðveginum frá Hvolsvelli að Kirkjubæjarklaustri verður lokað klukkan 10 í kvöld. Það er svona ákveðin þreyta en það verður haldið áfram og það verður reynt að manna þetta eins vel og mögulegt er og eftir sem þörf er á. En það sem við leggjum kannski hvað mestu áhersluna á núna og viljum ítreka það við alla að það er að fylgjast með upplýsingum færð og lokanir hjá Vegagerðinni á umferðin.is og inn á Safe Travel og virða lokanir. Við höfum verið í vandræðum með það og það verður að segjast eins og er að það var ákveðin vonbrigði í gær hérna hjá okkur á Suðurlandi að fólk er ekki að virða lokanir og fólk getur alveg treyst því við erum ekki að loka tilefnislausu. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur, hvar verður veðrið verst á morgun? Það byrjar að snjóa og hvessa hér á suðvesturhluta landsins í kvöld og nótt og svo færist þetta austur eftir þannig að það mun snjóa og verða slæmt í Mýrdalnum og bæta verulega í þar í nótt og fyrramálið. En á morgun er reiknað með að verði hvassast og mest úrkoma á Suðausturlandi. Hvað má búast við mikilli ofankomu? Þetta er verið að reikna svona 10 til 20 millimetra sem gæti verið þá 10 til 20 sentimetra snjór jafnfallin. En það er blástur með þessu þannig að hann mun eflaust fjúka í skafla og skafa. Hvenær má svo búast við að veðrið gangi niður? Þetta úrkomusvæði fer svo austur af landinu annað kvöld þannig að annað kvöld verður þetta veður gengið yfir. Takk fyrir þetta og fer betur yfir veðurhorfurnar í veðurfréttatímanum hér á loknum fréttum. Takk. Minnst 48 eru látin í vetrarstorminum í Bandaríkjunum og 4 í Kanada. Búist er við að enn fleiri finnist látin í kuldanum í Bandaríkjunum. Ástandið er einna verst í New York ríki en þar hafa 27 fundist látin í bifreiðum, snjósköflum eða jafnvel heima hjá sér. Vitað er 2 manneskjur sem dóu vegna þess að ekki tókst að koma til þeirra sjúkrabíl sökum ófærðar. Áfram hefur verið kalt í veðri í dag en vetrarstormin á að ganga yfir á næstu dögum. Forseti Úkraínu óttast enn harðari árásir Rússa á næstu dögum. 3 rússneskir hermenn féllu í drónaárás innan Rússlands í nótt. Þetta er í annað sinn á innan við mánuði þar sem ráðist er á Engels herflugvöllinn.
Hann ein helsta bækistöð rússneskra sprengjuflugvéla og nokkuð langt inn í landinu, 500 kílómetra frá landamærum Úkraínu. Samkvæmt rússneskum stjórnvöldum tókst að forða tjóni á flugvellinum með því að skjóta drónan niður, en brak úr honum sagt hafa valdið dauða 3 hermanna. Stjórnvöld í Úkraínu hafa ekki sagt að beinum orðum að þau beri ábyrgð á árásinni, en talsmaður úkraínska flughersins sagði í viðtali í dag að ef rússnesk stjórnvöld héldu að íbúar landsins væru öruggir, væri það misskilningur. Nú liðnir rétt rúmir 10 mánuðir frá því Rússar réðust inn í Úkraínu og ekki að sjá að átökum linni í bráð. Hægt og rólega eru íbúar að snúa aftur í þorpið Tjervonadolína í Mykolaiv héraði í suðurhluta Úkraínu. Þorpið var undir linnulausum árásum Rússa í 8 mánuði. Зараз дуже важко, тому що йде зима, тому що холодно, тому що будинки розбиті, печі розбиті. Skammt frá í þorpinu Novopetrivka litlu skárra að litast. Було ексгумовано тіла неповнолітніх 12, 14 та 16 років. Під час проведення судово-медичної експертизи було встановлено, що смерть неповнолітніх настала внаслідок міновибухових травм, які вони отримали у червні. Forseti Rússlands heldur því fram að Rússar eigi ekki annarra kosta völ en að verjast og telur átökin Vesturlöndum og NATO að kenna. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело. Не мы же отказываемся от переговоров, а они. Forseti Úkraínu óttast að rússneski herinn herði árásir á næstu dögum. Я знаю, що темрява не заважатиме нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Sumir þurfa væntanlega að skila gjöfum sem þeir fengu jólin. Engin lög gilda skilarétt og misjafnt milli verslana hver skilafresturinn langur. Formaður Neytendasamtakanna segir það sjálfsagða kurteisi að leyfa fólki að skila vörum til þess að halda viðskiptavinum ánægðum. Í kringum áramótin fáum við einmitt mjög margar fyrirspurnir einmitt þetta, skilarétt og hver reglurnar eru eða lög sem gilda slíkt. Það engin lög sem gilda skilarétt á ógallaðri vöru því miður, en það eru til verklagsreglur sem ráðuneyti viðskiptamála gaf út árið 2000. Réttur til að skila ógallaðri vöru 14 daga frá afhendingu, gjafamerki gera kassakvittun óþarfa við skil, inneignarnótur miðast upprunalegt verð, gjafabréf gilda í alltaf 4 ár frá útgáfudegi og engin skilaréttur á útsöluvöru. Formaður Neytendasamtakanna segir að fólk verði athuga vel merkingar á vörunni. Verslanir eru oft með merkimiða sem sýna hvar hún keypt og hversu lengi skilafrestur til þess að koma með vöruna og fá inneignarnótu eða aðra vöru. Ef ég kaupi þetta púsl og gef það í jólagjöf, getur við komið skilað? Já, alveg til 9. janúar 2023. Það algengt að fólk koma og skilji? Það kemur fyrir. Það yfirleitt þá bara verið að skipta í annað púsl eða fá inneignarnótu. Það skilafrestur til 31.12. alltaf og svo náttúrulega erum við oft sveigjanleg líka ef þetta vara sem við erum alltaf að selja þá erum við ekki harðir alveg 100%. Sko. Það skilafrestur til 10. janúar í öllum okkar verslunum. Þannig að það á ekki verið neitt mál og við gerum alveg undantekningar en helst að koma sem fyrst. Mörg fyrirtæki hafa boðið upp á lengri skilafrest. Já, við fögnum því náttúrulega að það eru mörg fyrirtæki sem ganga á undan með mjög góðu fordæmi og eru með skilafrest út allan janúar til dæmis. Hann segir að hefðin sem hafi skapast sé ekki nógu skýr. Mér þykir full ástæða til þess að skoða það hvort ekki megi að fara í að endurskoða þessar reglur. Breki segir að flest málana sem komu upp leysist í samskiptum verslana og viðskiptavina. Verslanir sem vilja halda viðskiptum og halda viðskiptavinum góðum og það bara sjálfsög kurteisi að leyfa fólki að skila vöru sem þeir fengi kannski 2 eintök af eða einu númer á lítið eða því líkt. Þó svo að sjávarhitinn veri neikvæður 2 gráður stoppaði það ekki ránardætur í að stinga sér til sunds á Álftanesi í dag. Sjósund gefur geislandi gleði, segir driffjöðurinn í hópnum. Vitið hvað kalt úti núna? Cirka -8 til 10, eitthvað svoleiðis. Hvað markmiðið með þessu? Markmið þessa hóps, það fyrst og fremst kæling, gleði
og kærleikur. Hér eru bara frábærar, kröftugar og hugmyndaríkar konur og skemmtilegar sem að elska að koma hérna saman og leika sér í fjörunni. Í dag er alltaf jól og þá er rauði varlitur og jólahúa. Skál fyrir jólunum, gleðileg jól. Gleðileg jól. Ég er stofnandi Ránudætra og það byrja bara þannig að ég átti góða vinkonu sem að dró mig í sjóinn og mér fannst mér langaði eins og maður segir pay it forward. Og það voru margar vinkonum mín sem fór taka eftir að ég fór allt í einu bara geisla einhverju gleði frá mér og vildi endilega vita hvað ég var að gera og þá var það bara þetta leynitrix að mæta í sjóinn 2 viku reglulega, það bara breytir öllu. Oh my god, það er ógeðslega flott í þessu galla. Þegar þú svona leist á hitatölunar í morgun, hugsaðu ekkert að ég fer bara aftur undir sængina? Sko það kemur alveg fyrir að mann lítist ekki alveg hitatölunar og við segjum oft þegar við erum á leiðinni hérna niður í fjöruna alveg bara af hverju er ég að þessu en svo þegar við erum á leiðinni tilbaka þá munum við það alltaf, já þetta er af hverju við erum að þessu. Hiti sjávar er 2 gráðum fyrir neðan frostmark. Hvernig var þetta? Á stóra sviðinu í Þjóðleikhúsinu er allt tilbúið fyrir heimsfrumsýningu á LNB. En það er fyrsti hluti í þríleika eftir Marius von Mayenberg í leikstjórn Benedikts Andrews. En þar er Hafdís Helgadóttir, fréttamaður okkar. Hafdís, er stemming í Þjóðleikhúsinu? Já, ég held að sé óhætt að segja það og það er líka bara svona, hátíðabragur í loftinu eins og er kannski oftast svona á þessum frumsýningum á milli jól og nýjárs. En ég held að sé eitthvað svona alveg sérstakt akkurat núna, ekki satt. Magnús Geir, hvað er svona sérstakt við sýninguna í kvöld? Já, það eru þetta sérstaklega hátíðlegt alltaf að frumsýna á jólunum en í kvöld er óvenjulegt að því leyti að nú erum við að heimsfrumsýna glænýtt verk eftir eitt fremsta leikskáld samtímans, Marius von Mayenburg og með algjörlega frábæran leikstjóra sem að stýrir för, hann Benedikt Andrews. Þannig að það er sérstök tilhlökkun að vera að frumflytja þetta hér og svo á þetta sennilega og líklega eftir að ferðast heiminn í framhaldinu. Einmitt, og hér er einmitt leikstjórinn Benedikt Andrews. Benedikt, what makes this piece different from the other ones that you have been working on with Marius? It's really like inviting the audience up close into a raw knuckle emotional boxing match. Mm-hmm. And how has the rehearsal process gone? We're working with 3 extraordinary actors with Unna, Ebba and Benedikt, and their work is brave and fearless, and we can't wait to share it with an audience tonight. Benedikt segir að verkið sé sérstaklega hrátt og leikararnir hafa verið virkilega hugrakkir í æfingaferlinu og get ekki beðið eftir að sjá útkomuna í kvöld. Magnús Geir, sko, þetta er einvala lið sem að þú fær hingað til lands til þess að vinna í Þjóðleikhúsinu. Af hverju komaðu hingað? Já, það hófst nú af því að við Benedikt áttum í samtali að hann myndi koma og leikstýra hér aftur. Hann leikstýrði hér fyrir þó nokkrum árum, Lék konungi og Skoska verkinu sem ekki má nefna í leikhúsi. Leikrit sem að sópaði til sín verðlaunum og við vorum að vinna því að finna rétta verkið til að takast á við og Benedikt er í góðum tengslum við Mayenburg og kom upp með þessa frábæra hugmynd að frumsýna þetta verk og ekki bara, það heldur heilan þríleik sem mun gleðja og hreyfa við áhorfendum allt næsta ár. Þetta er upphafið. Akkurat þetta er upphafið og við ætlum kannski að fara að drífa okkur að sviðinu svo að það geti raunverulega hafist og segjum það gott hérna úr Þjóðleikhúsinu í þetta sinn. Takk fyrir það, Hafdís Helga. Og árum við kveðjum ykkur rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 400 heimili á Akranesi voru án rafmagns í ríflega hálfan sólarhring í dag. Íbúar spiluðu við kertaljós og elduðu jólamatinn á útigrilli. Kuldakastið kemur illa við íbúa í hjólhýsa og húsbílabyggð í Laugardal. Kona sem býr á svæðinu segir að sitt fyrsta verk á morgnana sé að afþýða heimili sitt.
3 rússneskir hermenn féllu í drónaárás á herflugvöll í Rússlandi í nótt. Forseti Úkraínu óttast að Rússar herði enn árásir á næstu dögum. Fimbulkuldi og sjávarhiti undir frostmarki stöðvaði ekki fríðan hóp kvenna sem skellti sér í sjósund í dag. Áður tóku þær sér góða stund til að stilla sér upp sem jólatré í ísilagri fjörunni á Álftanesi. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn en þessum fréttatíma er lokið. Hafið það gott og verið sæl. Sweet little Jesus boy, they made you be born in a